So how's it going? How's it going on there? Hefurðu totta gaur? You ever do that? Ekki so far. Ekki so far. Þú veist að við lifum í fucking PC time, skilur við. Þú veist, maður má ekki vera á móti því, sko. Maður verður núna að vera bara eitthvað, yeah, maybe I'll suck a dick. Já, ég meina, kannski mun ég totta með maður getur verið, hvað aftur termið? Já, super straight eða maður getur verið venjulegur. Ok, let's get into this. En þetta er eitthvað nýtt shit, eitthvað. Er þetta ekki bara kallmenn að gera joke, eitthvað, þú veist, ég vill bara konu sem konu, skilur við, that's fine. Já, þetta er einfaldlega skoðun. Já, akkurat, og þá nú er transfólki að segja að þetta sé hate crime og hate speech. Já, út af því að sjálft merkið fyrir super straight eða fáninn, það er frá einhverju gömlu 4chan posti sem þið tóku litin af Pornhub logoinu og settu SS-merkið úr. Oh, what? Og núna eru allir, bara til dæmis á TikTok eða eitthvað, eru með bara það ég sé þannig þar. Ég gerði podcast þetta og tók, þú veist, logoð og var svona SS, ég can't be doing that. So little, aðeins svo mikið, sko. Þannig að, þú veist, what's your gender, maður? What do you do? Ég er bara... Erum við ekki bara super straight? Við erum super straight. Ok. Já, það hafa verið nokkra svona vafasamir nokkuð vafasam atrið sérstaklega heima á þér. Ok, þú veist, hérna sitt mynda á skjáin við, þú veist, á nærbjörnsum og svona vorum alltaf hjá Kristó. Já. Hvað er með, þú veist, að vera 18-19 og vera með gaurum, það verður alltaf svona semi-gay, skilur, það er so good. Þú varst 18-19. Við vorum, þú var náttúrulega yngri nema, anskuðin, ok. Já, ég var 16. I didn't touch no dicks, okay? Na. Bara í einu rúmi. Ok, þú veist. Líka kvöldi sem ég skemmti skóhilluna þína. Sko, ég bjó á faxamyndinni, var á 3. hæðinni og þú veist, stegin eru svona, skilur, bara fucking vertical og þú varst ógeðslega drukkin og varst bara að vera dólgur og eitthvað og svo byrja að labba niður og við erum alltaf að herru, slaka á og svo bara, þú veist hvað, dast ekki 4 stiga niður eða eitthvað beint á rassinn og skóðið. Ég held að það náði frá toppnum, náði ég að standa í 3 tröppum og síðan flög ég. Og þetta var nótt, sko, ég man mamma kom heim og hvað fucking gerðist? Skóhilla rústu. Ég og Arnar fórum í beerpong en það var ekki til bjór, þannig við notaðum vodka. Já. Ég held að ég var alltaf bara svona hlusta á ykkur every once in a while og þau alveg, ég tökum bara vodka, right? Og bara tökum beer pong með, þú veist, sterkast að drastlunni eins og við séum smart boys. Síðan toppuðu allt af með tópas og eitthvað. Var smá svona krydd yfir. Já, man ekkert hvernig ég komst heim, en ég komst heim og ég var ekki í ból. Nei, það voru alltaf bólir tínast heim með mér, þú veist, og á þakinu, þessi gluggi sem er gæst svona opna, það eru, þú veist, bananar og gubb af mér og sængur og, þú veist, döði kettir og það er bara allt annað, sko. Já, ég var ekki í ból út af því að þú setti tribal paint á mig með salsasósu. Já, ég man eftir því. Já, ég með vídeo af mér bara ekki að setja salsaði for... Þetta var í, hvað, 18 ára ammálinu mínu eða eitthvað svoleiðis. Annarkort í páskapartíinu sem við hélst, eða 18 ára ammálinu. Ég held svona kannski 4 partís húsi, þú veist, þegar ég bjóð hérna með mömmu og veist, hún var alltaf heima en þessi skeitti fyrir hún, skilur ég. Og þú veist bara, ég kinda, brautlaus, fucking, þú dettur og brýtur skóhilluna og guppum á allt. Maður verður að gera það fyrir maður snúa. Já, ég ældi aldrei heima nema, aldrei klóstið eitthvað tímann, alveg for sure, sko. Já, ég meina, það er fyrsta myndin sem við erum saman á nærbuksunum. Já. Þá dregur mig út á klostinu eftir að ég er búin að liggja þar. Ég sofnaði á gólfinu út af því að kalt flísar. Gæi. Hversu oft, þú veist, varst þú að fara að deyja, skilur, og maður var alveg, yeah, you'll be fine. En svo kannski myndur þú bara að deyja. Já, ég talaði við lækni minn. Já. Fyrir svona ári. Ég fann út af hverju. Ok. Ég var á heilataugalyfum sem að því, út af því, hvert eina skipti sem áfengi mixaðist við þau, þá blekkaði ég út. Þetta var bara svona, þetta mun gerast, þú bara... Já, síðasta skiptið áður en ég hætti á lyfjónum, það var í fyrirpartíi, Já, bara fyrir djamið, þú alveg... Já, hjá MR. Já.
Varst þú í skóla varst ekki tækniskólanum eða eitthvað? Nei, MK MK One of these rich boys með flotta sokka á leið ykkur Jesus man Geggjaði sokka sko. Fæði svona einu sinni í mánuði Þetta með fucking sokka subscription Náttúrulega Það er ekkert betra heldur en að bara vakna, sjá kannski fá sér kaffi, sjá síðan bara text frá póstinum, bara þú að pakka já, sokkar Ég er með sad sokka sko. Ég þú veist á bara 500 pöður af sömu sokkunum og þú veist, það er allar að reyna og allir piece of shit sko. Ég er meira að segja í nærbuxum frá sama fyrirtæki Fucking, ég er með hookup, mamma er gömul bekkjasystir gæjan sem á þetta Hvað ertu að borga fyrir það? What do you get? Ég er ekki að borga neitt fyrir þetta this fucking guy man Svo gott að vakna og fá frí sokkar sko, fucking Já, fucking privileged fuck Fucking frí sokkar, hvað meinar ég? Það er ekkert betra Þú Jesus man Ég er sko með COVID og það komið samkoman og ég ætla að drepa þig. Þú veist, that's the whole plan núna. Það er alltaf, ég ætla líka að drepa þig. Já, það er skennið, viltu kannski taka upp og sína þeim. Þetta er með chili balls frá einhverjum fyrirtæki. Chili Klaus. Ég las það ekki sem er. Hver er fucking Klaus? Who the fuck is this guy? Hver er Chili Klaus? Jólasveitin, I see. Þetta er guð, þetta er guð. Já, ég meina, þetta er guð. Í Danmörk er þetta guð piparsins. Gæinn er með sitt eigið bara svona YouTube channel sem hann gerir interviews með fólki. Hann tók bæjarstjóra sinn og eitraði fyrir honum. Hvað ætlum að gera þetta, maður? Hann fór mér svo hot ones og þeir eru bestu vinir. Þegar mann, ég sé ekkert hvað það er, sko. Þetta er bara some Santa rip-off gláð, sko. Santa bitch. Þetta er guð. Þetta er guðfriki. Guðdómslegu maður. Með fucking guðfallegt skegg. Þannig að þú kemur með þetta nammi sem á að vera, þú veist hvað, þá að vera 2 million Scovilles. Já. Mjög gott. Já. Og eitthvað þessu er döds, þú veist, það er ekkert. Þannig að, kannski eitthvað svona hálftíma, þá ætlum við að taka þetta. Og hver sem deyr skilur og ef að hafa það bara sem deyr ekki fara sokka. Gef mér fucking sokka, Andri. I want some socks. Þú ert ekki að fara að fá neina fucking socks. Want the fucking socks. Hvað þarf ég að ríða maður? Mamma þín er hooking you up hérna, sko. Við þurfum að Já. Við þurfum að tala við Klaus. Gotta do some good shit for him. Jó, litla fucking mental Olympics að þetta var. Ríða mömmuðinni, Chili Klaus. Sokkar. Mental Olympics, maður. Hvað vorum við að tala um áður en við fórum að tala um Chili Klaus? Jólasveina og Guð og þú veist. Nei, fyrir það. Bara, þú veist, drunk shit heima mér með, Já, MR-party. Já. Okay, what's happening? MR-party. Já, ég mæti. Ég sé að það eru áfengdi drykkir í boði. Það eru svona 5 lítra tankar bara með svona stútum. Er þetta bara svona liquid? Eitthvað liquid? Það er eitthvað í þessu? Þetta er Bacardi og vodka og eitthvað mixt með einhvern safa. Var það í MR-partín? Já, bara heima hjá Já, ég alveg, þú veist, þú lappar hann á balli og það er bara jugs sem er áfengi. Nei, þetta er og þetta var rosalegt hús. Bara fucking rich boy shit. Rich boy shit. Ég alveg, ok, bet, fæ mér. Ákam. Já, ég kom mér þess að með mitt eigið og ég legði það frá mér. Það var bara ok. Síðan missi ég mig aðeins í gleðinni og fæði síðan að vita að annar tankurinn er búinn. Kláraði tán, bara. Með smá hjálp, en já. Já, og síðan er restin sem ég er að fara að segja er bara það sem ég hef heyrt. Já. Það er einhver rænir áfenginu mínu og ég hef pirraður, þannig að ég er náttúrulega að lappa upp að stæðsta gæjanum sem er að swigga Jameson og ég ræna á honum og tjögga það. Þú ert bara waiting to get beaten up. Já. Síðan gerist eitthvað og síðan fyrir ég út á svalir þar sem fólk er að reykja. Þá fæ ég síkó, skemmi hana einhvern veginn. Kremur hún eða eitthvað. Já, fæ síðan vindil og man ekkert hvað varð úr honum. Nei. Og síðan var ég að reyna að gera parkour þar sem ef við vorum að spá í þessu þá voru svalir hér, bara svona kassi. Já. Og síðan var stíi niður fyrir framann. Ég ætla að hoppa á svölunum í stigan. Já.
Ég hoppaði á svölunum úti í garð af seinni hæð. Geir, þetta er classic Andri maður. Og síðan sofnaði ég. Þú hoppaði bara af. Síðan sofnaði ég og það var bara eitthvað gæi, ég man ekki hvað hann hét, en það var eitthvað gæi sem þekkti mig og hann var eitthvað úti að leita að ykkur og sér mig bara ass up bara á jörðinu úti í garði og næra vekja mig. Síðan kemur pabbi gæjan sem á heima þarna. Já. Bara frekar ósáttur með mig og ég er með eitthvað dólg. Þú hoppaði af, reyndar að dreipa og nú er einhver með vesen. Já, ok. Og ég veit ekki hvað gerist en síðan lendu við pappin í slag. Ok. Hann rústa mér og ég og Marin á rifbeinunum og öllu í svona 2 vikur. Okay. Þannig að sem hefnd greinilega ákveði ég að taka bara svona pissline á veggnum hans og síðan sofna ég úti og strákarnir sem ég var með fóru bara ballið. Jesus Christ, man. Þú ert bara looking for trouble, man. Já, þetta síðan hafa escapadein eftir að ég hætti að lifunum verið mikið þægilegri. Ég hef ekki blackað út eftir það en þetta var svona stæðsta fuck-upið. Geir, þú veist, viltu við fara into that? Þú veist, að við vorum oft að drekka eitthvað og þú varst bara ógeðslega fullur. Þú veist, bara Já, þetta var bara út að ég var á heila taugalíf. Já, sem á ekki að drekka með. Nei. Og við varum allir 16, 17 eða eitthvað. Þetta var bara vesen. Sorry, mamma. Já, maður. En þannig að núna, þú veist, ertu ekki að neinum lifum og getur alveg drukkið og svona. Já, ég mixa mér af og til bara gin og tonic eða Manhattan eða eitthvað. You seem sko rólegri heldur en svona, við erum alltaf búin að eldast eitthvað smá, skilur við, þannig að Já, that make a sense. Þú varst fucking wild character, maður. Fucking. Já, ég var dálítið, ég var einstakur, við getum sagt það. Einstakur. Já. Bara ég er eins og ég er, allsber. Já, maður. Hvað ertu núna að gera núna nowadays? Þannig að nú er COVID, þú ert í skóla eða? Já, ég skipti nám. Já, ok. Þú varst í kokkinum, right? Jú, ég var í kokkinum. Já. Vann yfir mig, fekk mental breakdown, fór í sálfræðinginn. You gotta do what you gotta do, sko. Gotta do what you gotta do. Fækst alveg gott úr því, þú veist, að fara til sálfræðing og tala eitthvað við eitthvað. Já, ég bara fekk ógeðslega mikinn áhuga fyrir þessu og er núna í sálfræðinginum í FS. You got sold, man. Já, now this. Já, bara ég fækt að pjálpaði mér, þetta virkaði. How you do that? Það er akkurat það, þú veist, ég fóði líka til sálfræðing sem lagaði svona bara vandamann sem ég var með pappa og bara það er gett weird að þú bara tala ef ykkur að mannsku, hún gaf þér ráð og laga svolítið huge vandamann hjá mann, skilur. Það er svolítið special. Já, en ég er samt ekki að stefna að vera sálfræðingur fyrir almenningin. Nei. Ég er með ógeðslega mikinn áhuga á að kíkja inn í hausinn á biluðu fólki, bara að vera sálfræðingur fyrir lögregluna eða eitthvað. Bara criminology. Þú vilt sko lenda bara í öll þessi escapades for the rest of your life. Já, ég vill að þetta fucked up greedy shit. Það er eitthvað svolítið svona tempting við bara að hugsa að verða það, þú veist, að vinna í löggunni og það er eitthvað gauð sem sló konu sinna og fucking skarböndin sína eða eitthvað. Ég var til að tala við gæjan sem rændi trukk fyrir nokkrum árum. Ó, já. Og keyrði niður, já. Ég var til að tala við svoleiðis fólk. Akkurat, þú veist, að það getur verið kannski bara, þú veist, bara, konu mín fróð frá mig gæði, skilur, og eitthvað svona bullshit, skilur. Það hljómar svolítið skemmtilegt. Sem bara svona, eitthvað til að gera með lífinu, sko. Það er bara, það verður klika. Ertu komin langt í þessu? Nei. Nei. Það er þarna, framhaldsskóli Suðurnesjar er ekki besti skóli, við getum sagt það. Nei, get out of town. Já. Síðustu 3 annir sem ég er búin að vera þarna. Ég var að sitja upp fyrir næstu tíman og svona. Og ég fæði að vita að ég er ekki búin að fá eina einustu einingu metna síðustu 3 Ha? Já, ég er ennþá bara með það sem ég fekk úr MK. Damn, what the fuck, maður. Þannig að, þú veist, varst ekki að klára einhver áfoka síðustu? Jú. Og fannst þá ekki metna? Nei, það var bara greinilega eitthvað í kerfinu sem fokaðist upp og ég er ekki búin að fá síðustu 3 annir metnar og þau eru núna að reyna að laga það. Þetta gerst með mig að ég svissaði sviði
og þá allt í einu var eins og ég hef ekki eins og verið í skóla Já, og þetta er fucking weird, right? Já, ég fór úr MK, bara fekk metnar einhverja 40 einingar. Já. Ég fer núna og ég kíki og ég bara forveitnast hvað sem mikið ég á eftir. Já, þú er bara með 40 einingar. Það er bara, ok, cool. Já, geggjað maður. Já. Síðust 1,5 ári. Já. Byrjaðu bara þegar COVID byrjaði í fjárnámi þá bara svona. Nei, ég byrjaði 2019. Yeah. Það er allt síðustu 2 árinu bara freka blurry, svona hvernig allt er, skilur. Já. Hvernig allt byrjaði. En þú veist, COVID byrjaði í janúar 2020 eða ekki, þannig að svona. Já, ég meina það virkilega varð vesen mars. Já, akkurat, bara a year ago. Það er fucking. Já, við erum búin að vera. Það voru ár, sko. Já. Var alltaf búist við, kannski 2 mánuðir eða eitthvað og kíkja svo í sumarið og Já. ekki þessin. En þó að bíða eftir að fá sprautuna. Já, akkurat. Við fáum, 3-4 ára eitthvað. Nei, ég er í áhættuhóp. Ég ætla að fá helvins fucking sprautuna. Fucking svo mikið ég hafði svo mikið conversation með fólki sem alveg, ég var löngu búin að fá þetta og þetta bara, það er ekkert að gerast þarna. Það er ekkert að fucking. Þú veist, Jóna, vinkonum mín vinnur með svona föllið fólki. Þú veist, hún er búin að fá það en ekki fólkið sem er fallað, skilur, eða með svona Disposable. Disposable people, það er máli. Yeah. Fold them up, setja í töskuna, beint í murt. Já, þú getur bara gengt á inn í skáp, henda þig til þeirra. Ég get bara að setja mig postinu. Ok, þú veist, þú veist að vera að vinna með svona crazy fólki eða eitthvað. Hvað er svona, þú veist, hvað verður svona, alveg, wow, þetta var, þú veist, markmið eða eitthvað svona, þú veist, morðingi eða kidnapper eða fucking einhver gælla sem misnótaði krakka sinn eða eitthvað. Eitthvað serial killer. Ég held að bara drauminu væri að ná að fá confession úr einhverjum fjöldamorðingar. Það væri. Þú fucking vinnur hann í nokkra vikur og svo brotna niður. Að hægt og rólega brjóta niður skélina sem umhvelur þennan mann. Hefur þú séð þættina Mindhunter? Nei. Það er svona, það er bara basically, þessi þættir eru bara klám fyrir þessa hugsun. Af því hann er alltaf bara get fucking breaking him down og akkur þetta. Nei, það er svo Ég er thinking about it sexually. Yeah, fuck that guy. Stick to the man. Ég er meira að horfa bara á bara police records. Police records, hvað er það? Ertu að skoða police records á netinu? Já, ég er bara CCTV footage eða fólki að interrogata. Það er náttúrulega veipærum. Já, þetta er alveg góðið 4 klukkutímar bara að horfa á eitthvað brjóta niður mannesku. Þú með pop eða eitthvað að redda í bara. Já, ég er bara mamman snauðgáður þegar var krakki. Já, ég bara dimma ljósin með gluggan fyrir slopp og bara Þú með loop og fucking handjátt í hliðina þér. Loop, na fucking raw. Já, ég er raw þá ég geta bara alveg, já, segðu nú hversu slæmt hann hefur Jesus Christ, man. Ef að prófa núna, ef að fara í chili. Já. Let's do this, man. Þannig að gotta get this shit on camera. Þú mátt gefa mér eitt bara. Jesus, man. Ég er svo mikið bara, þú veist, restan af degi mínu verður ónýtur eftir þetta. Þetta er bara. Já, ég meina, hann verður ekki ónýtur en þú verður alveg í slæmu skapi. Ok. Þannig að bara skál, kallið minn. Ok. Here we go. No, who? Ég er að sækja mjólk. I'm milk here. I got more. Það er eitthvað að gerast. Ég þori ekki að segja neitt af því ég er að búast þig bara. Þetta er ógeðsleg mjólk. Man. Þetta er komið. Þetta er ógeðsleg mjólk, man. Maður fóði þig frekar það. Já. Ok. Það er ekki. This is worse. Lilla heppnin að fá 2 spækt á sama tíma.
Já, þetta ég voru að verða fyrir það eitthvað. Jú. Þú veist, ákveð myndir vilja fá þetta maður. Það heimilaður. Ertu búin að gera eitthvað skemmtilegt síðan COVID byrja? Búin að læra eitthvað nýtt? Ég er búin að fitna og grannast. Same. Ég var 90 kíló í desember, sko. Það var fucking bad, sko. Já, ég var 92. Maður var ekki snerta augun, right? Nei, ekki koma nálagt fucking augunum, fílanum eða eirónum. Veist, hvað er svona, þú veist, því til dæmis því ég drakk mjög mikið ekkert heim mömmu og kom ég heim, þú veist, gubba á mig og ég var bara að ríða bólinn og svo kemur vinkona mömmu upp og ég er svo drukkin, þannig ég held að hún er trying to fuck me og þannig að, veist, hún er eitthvað, já, fyrir fara bara fötunum, fara svo og ég er alveg, Ok. Já, ok, þannig að þú ert bara komið með mér í númið, ekki? You know what we about to do, baby. Þú veist, ég var komin á bólnum og ég stóð hún á nærbusunum bara eitthvað og svo bara guppaði ég bara alveg yfir mig og hún stóð hún bara fucking til að ég meina, I'm a kid, sko. Já, ég held að versta sem ég hef gert og mamma hefur þurft að bjarga mér fucking mömmur, greið fucking Ég er að díla með allt þetta með þér. Það var eftir eitthvað partí í Sandgerði og ég fekk far með mömmans Kristó Já, wow, how was that, man? og ég þurfti, við vorum svona klukkutíma á leiðinni út af því að ég var bara sífellt með hurðina að opna og æla á ferð Síðan, Hún þurfti að díla með það. já, síðan kemst ég heim og þetta er kvöldi sem mamma fann út að ég var að drekka út af því að hún vaknar við að ég ligg í öllum fötunum mínum í baði bara með kalt vatn steinsofandi með ælu Varstu að drekka eða drukna eða varstu bara chillandi svona eða eitthvað? ég var bara chillandi svona með bara krana var bara og ég var bara steinsofandi með ælu og með öllum fullklæddur ennþá jakka og eitthvað þetta var bara mjög greinlega heitt Þú varst bara eitthvað, ég ætla bara, þetta er gott fyrir líkamann að fara í ísbað þannig að þú vilt vakna fresh as fuck, sko. já, nei, mamma hún eitthvað, hvað heldur þið slætir þetta var svona 4 kemur, kíkir inn í herbyggi ég er ekki þar, ok, kíkir inn í klósett er ég það bara Ég hef aldrei brotið eitthvað heima þér eða þú veist fucking klest bíl eða eitthvað fucking nei, ég keyrði undir áhrifum Ok, kerður þú ættum hann á eða varstu bara fucking þeir sáu mig fara í bílinn og þeir náðu mig bara Oh shit, þannig að löggar eftir stoppaði og fucking já, ég náðu að keyra eitthvað kilometr en ég var bara fucking ég var væri Þetta er classic, ég actually keir með í drukkin, sko. já, Mér er stjórn og svona og já, ég er ekki jafn stressaður ég er svo bílhrættur ég er ekki svo tens maður, ég fæst maður áfengi í mig, þú veist. já, Eftir 3 vodka bomb, nei, Jägerbombs, þá er ég góður, sko. Hvað er svona, what would you go to? Erstu whisky maður núna, eða þú veist, þú varst alltaf ég man aldrei hvað varst að drekka þetta, mér leiðir þess að þú varst alltaf með bara whiskyflösku eða eitthvað var það búin að ís fucking eins og rockstar eða eitthvað nei, ég var meira svona hvað sem flýtur ég bara drakka það svona til núna er ég meira í whiskyinu og gininu Gininu maður, já ég elska gin og tónik Er það, þú veist, hvað er gott við það? Hvað er gott við- Er þetta ekki hvað bara meinar? water, með einhverju shitty water Nei, með einhverju þetta- öðru shitty water nei, Það er svona 3 shitty waters put together Gin er eins og bara lélegt vatn hvað meinar ég? Gin er ég er náttúrulega bara að smakka þetta Bombay piece of shit Bombay er ekki piece of shit, það er average en við Já. erum að fá þér Hendrickson Hendrickson, ok ef við færum Hendrickson, Like setur það hefur það 1/4 og 1/3 af glasinu setur síðan Indian water, tonic water ok Þú fer í einhverju market í miðjum Kópavogi þarft að gera kóða til búinni þetta er til í Æsland Já, ok síðan færðu þér gúrku setur það sneiða gúrku onni og svartan pipar Þú veit, pipar hún í drikkjum bara já það er Hendrickson fucking, já, þetta er fucking já, eða þú Ok. getur gert bara fengið whisky, setta í og trixið þér og færið þér ískalt vasklas stingur putanum í lætur 1 drop ofan í Já, þú veist, það er svo mikið á ways með whisky, sko uh -huh.
það er svo weird að tala allt, hversu mikið af hlutum eru þú veist, humans svo into, þú veist, með bíla tala, nei, þú gera ekki svona, þú gera svona þú veist, með þetta whisky, skilur við, sem setja klaka og sem alveg, fuck that Já, þú átt aldrei að kæla nei, whisky ekki heilan klaka þú veist, versta whisky sem ég fengi ok, þú veist, hvernig whisky drekkir þú? Hvað er svona, what you go to? Nikka whisky Mikka whisky? Nei, Nikka Og hvað er það? Það er aðna basically, það var einhver Japani sem elskaði whisky flutti til Írlands og lærði að gera whisky tók það síðan tilbaka sem hann lærði til Japans og gera whisky þar Það er svona japansk, svona, já, whisky, nice Ég er bara, þú veist, með Chivas Regal og eitthvað svona basic dude En þú veist, við vorum í einhverju partí á Arnari og einhver kom með, þú veist, hvað, Label 5 eða eitthvað sem við sko eitthvað, þú veist, klink Þú veist, bara bottom of the tier og hérna Þetta kom í magan Hvað meður, þetta er búið, sko Þetta er núna að fara í maganum mér Ég er ekki búin að geta þetta maður. Ok, man Já, ég hlaka ekki til að kúka eftir, sko Ég vil kúka saman eftir bara Já, Bara halda þessi hendur eða eitthvað og nei, bara, við kúkum í kross Já, við vorum alltaf Mér líður svo ég pissa með þér, þú veist, I don't know Mér líður svo ef ykkur er að fara að pissa á mig óvart það verður þú og svona vice versa Það er ekki óvart Nei, þú veist, það var aðvinnandi, skilur Já, halda hita Við erum út í bíl eða, þú veist, út í leigu og við svona erum, þú veist, rassi að pissa og þú bara snurður við eða eitthvað Já, sér allt í einu bara svona tekur með reitt svona bara Það er bara svona backshot Fucking in there Já, bara mýg á pungiðin Beira niður og fucking Ert þú með Já, ok, en að við skráðnarnir, you know Já. Varstu þetta eftir honum Já. Vissu að hann er, þú veist, með eina eistu núna Já Ég er búin að þekkja hann sem Arnar One Not í 2 ár Ég er búin að bring it up so oft Já, þetta er ekkert nýtt Nei Hvert einu skiptið sem við hefur hist hefur sagt mér frá einhverju sem tengist netunni hans Arnars Við erum bara svo oft þetta, þú veist, við vorum í ykkur partí daginn og vorum bara svona að reyna að ákveða fyrir hann ef hann ætlar að fá sér fake testicle, þú veist það verður að vera, þú veist, neon þú veist, þú verður að geta séð það in the dark þú veist, það verður að hafa eitthvað svona Wi-Fi capabilities, eitthvað Bluetooth og skilur eitthvað alveg Nei Hvað þurfum við? Höfum þetta fancy Ok þú getur annarkort farið fyrir Happy Gilmore leiðina og fengið Rosewood Rosewood testicle Já, Gling, fucking þá getum við byrjað að kalla hann Woodpecker Það er góð hugmynd þetta Já, eða bara förum í Balls of Steel farið bara Já, taka hina bara Why not? Þú hefur séð þarna þú hefur séð Moscow Mule Glös eða ekki svona Jú, ég átti með hana Já, svoleiðis Já netu bara svona kúlu hamraða brons Já, ég get svo ímyndum mér það Já, En þú veist að því það er alltaf skinnan í kringum, skilur við Hvernig lögum við það? Getum við ekki bara við umhveljum restina af svæðinu í bronsi Ná, that's an idea, sko og gerum bara eitt lítið gat á endanum Eða þú veist, tattúa kannski bara whole nutsack Með svona japansku svona fóðri og andlundum og fólk með skeggi og Hvað myndir þá bara gera svona 3D image af neti á lærið hans Já, ok, gauð tattúa krumpur og eitthvað En líka sko, ef við gerum þetta bronze en að testicle hinum megin þá byrjar hann að sækja alltaf með tímanum Já. og þá eventually verður hann með, þú veist, svona langt nutsack ekkert endilega, netunar okkar eru ekkert leveled Nei, ég er að segja bara því að þetta er svo þungt Þetta er miklu þingin en venjuleg testicle Nei, við getum hollowed out Hann getur bara geimt eitthvað að minni Þetta er svona eins og butta Nei, bara geða þetta erfið byttu bara að fara Já. buksunum og Hann getur rúllað bara nokkrum 10 sköllum og setta í netinu sína Hvers konar fucking Þetta- baller shit er það Þetta er baukurinn hans, þú veist, svona rainy day fund Já, En við hann getum er alltaf bara með gert svona slotti Ég meina, hversu það ef við erum þrýr Við erum í París eða London og tínum stöttir djamma eitthvað Já. Við erum góðir Arnar er með penning right there Já. You fucking testicles Hann má alveg týna veskinu sínu ef við ætlum að fara Já. að ná okkur í mellur eða eitthvað Hann verður svo clumsy eftir þetta Hann verður bara að gleyma hlutum af því hann er allir sama af því hann er með fullt af penningana Já. Og hann er með eitthvað svona wifi takka sem hann ítir á það er ekki á lögluna just in case eitthvað við Wi-Fi takka til að ringja lögregluna Já, eitthvað sem er svona
hotspot gefari já. Hann getur verið með hotspot í netinu. Þannig að hann er alltaf með wifi. Já, síðan myndum við þurfa að hafa bara USB-snúru til að tengja við eitthvað. Já. Bara, já, og síðan myndum við þurfa að hafa Bluetooth og getum við gert límið og sett Blue Nut. Við erum búin að tatta á þetta og bara Já, við getum túsað á þetta verður bara svona eins og casti hjá einhvern sem er handbrotin. Á einsýli verður þetta bara, þú veist, miklað og Nei, þetta oxast bara. Það verður hann komið græna fucking netu. Já, gauð. Og síðan ef hann fyrir hann í sturtu þá ryðgast þetta og meðan þetta er oxast og var hann með svona appelsínu gult og grænt þetta verður svona eins og eitthvað páskaverkefni og einhverjum leikskólakrakka. The Empire State Building var hérna. Nei, hvað heit Gellan? Gellan í Ameríku? Gellan í Ameríku, ertu að tala um frelsisstyttuna? Frelsisstyttuna, maður. Empire State, maður. The Statue of Liberty. Ég hugsa bara hvað er í New York, hvað er í New York? Byggingin sem dætt Forget about it, King Kong. Hey, Gabagoo, allt þetta. Coffee. Bagelsmaður, það er eitthvað svona ég fantasæsa svolítið mikið New York að ég hlusta svo mikið uppistandarmann og svona þannig ég svona, þú veist, bara með fantasy að ég myndi fara hana eventually og lappum og kaupa eitthvað piece of shit bagel hey alltaf eitthvað svona ég fór á comedy clubin í New York þegar ég fór hvað comedy club fórst á? Hvað hétt hann aftur? The Stand, Laugh Cellar Laugh Cellar eitthvað kannski The Cellar já, þetta er allavega hjá hvað heitir aftur? Square-in já, ekki Broadway heldur hann að hitt hana sem er ekki núna bara Elmo-gaurar og M&M jú, það já, ég er með þess að með á Instagram mynda mér með Elmo og einhverjum fóttum Batman það er Batman sem var búin að setja dálítið mikið á sig já þú veist, það er þetta eru svo mikil hustlers já. Ég alveg, má ég fá mynd með Elmo síðan kom einhverju 5 fucking gæjar í búningum og bara $5 út af því að þeir kom bara fótobámiðu og bara heimtuðu pening saknar ekki þetta, bara eins og ég fór í miðbæni fyrir nokkuð dögur síðan og bara að tala við random fólk, weird fólk skilur ég veit ekki hvort þú hefur séð að ég og Arnar múin að fara upp á open mics nokkuð sem núna í Reykjavík og sáðu bara á snappinu nú er það fucking loka, it's over en bara að tala við einhverju random fólk þú veist, er bara þú veist, what's the point of life skilur maður er ekki múin að vera að hitta fólk og sjá svona hustlers og vera buggaðir svolítið, fara út og eins og vera í Amsterdam, ég og Jón brómið voru í Amsterdam að labba hana og vorum að reyna að köpa gras og eitthvað og svo koma gauðir bara eitthvað cocaine, you want some cocaine og maður saknar þetta maður saknar sölumennskuna kokaina aquí nei, það er spænska fuck aquí hvað þýr að kýma hér eða hérna this fucking kanntu eitthvað í dansku nei ég fekk B skilur ekki klára dansku með B já, ok búlin en þú vilt ekki vita hvað ég gerði við kennarann sko, til að fá þetta B sko. Það er bara við þurfum aldrei að tala um það sko. Gauðir hún var með tóferi sko. Ég þurfti að sita sucking toes hún er með svona hún heitir Rosa eins og það cereal en þannig að veistu hvað Rosa er í FS hún kastar pennum hún kastar fucking pennum hún er svona feit hún kastar pennum já hún er þekkt fyrir að kasta pennum ok bara þú veist en alltaf bara þegar maður segir þetta við nýja mannskið þá alveg er hún psychotic eða þú veist að hún kastar á pennum þegar þú ert að tala eða eitthvað eins og það sé 1942 eitthvað já nei við verðum bara ég þarf virkilega að fara til nemendaráðsins og fá bara fund fyrir reglustikum svona gömlum reglustikum fyrir hana og bara allir enn í símanum að því sko hún var örgulega með kennar sem gerði það þannig að þetta er bara her þú veist og líka it's not really a big deal sko þeir kasta penna í vegginn hjá okkur sem að tala já það verður enginn meist skilur en for some reason alltaf með svona kennara en þú veist, frá grunnskóla svona kennara sem eru fokkin get strangir og weird þá ég fíla alltaf mest af því þeir eru svo fucked skilur það er eitthvað að gangi heima að þú vilt koma í skóla og við með eitthvað 12 ára drengi og þú vilt að kasta pennum þetta er bara eins og að fara í dýragarðin það er að sama og að fara í FS bara að sjá að labba gangana stundum
þá er ég bara í eyðu en ég fyrir bara að labba gangana til að hlera á fucking bara starfsbrautina eða eitthvað Það lappar ekki stundum fram í á heimilismentostofunni þegar að baka og bara, hvað er í gangi hérna, sko? Já, ég setti mig þessar önn og setti ég mig í matræslu eða hvað sem það heitir og kennarinn kvartaði yfir mér og ég var sendur úr tímanum já, út af því að ég var búinn með þetta en þetta voru bara easy einingar og ég fekk þetta metið átt að fá þetta metið út af því að hún vildi ekki hafa mig lengur í tímanum út af að ég quote, náði ekki að fylgja uppskriftum og þurfti alltaf að vera að gera eitthvað sérstakt eitthvað auka já, ég var bara að væpa, lagfæra uppskriftirnar, gera það betri bara með minni visku bara það sem ég er búin að læra. Þú varst í kokkinum og ég meina þú vannst í Blá Lónir, right? Já, að fara í þetta er svolítið alveg, ég veit allt þetta er svolítið. Já, þetta er bara basic fucking shit alveg. Já, ég veit hversu lengi ég á að hafa pasta í fucking vatninu til að sjóðu það. Þú þarft ekki að segja mér það. Og þótt að uppskriftin segi ekki setja salt í vatnið og setja samt fucking salt í vatnið. Benglaðinn. Ég var eftir heimilisvæg ég var alltaf, þú veist, bara whatever they say, þú veist, ég bara að cookin er ekkert eitthvað svona sem ég er eitthvað það góður í, sko ég fucking, I'll make some burgers get some pasta eða eitthvað hvað, mótraði degið kjöt? Ég gera bara fyrst skiptir daginn það á mjög gaman, sko en just, ég reyna að gera svona smash burgers en þú getur ekkert gert það að ég kann allan eitthvað pönnu, vel, skilur hefur gert svoleiðis að það, þú veist, þú gerir kannski svona 70 gram panna olía, borgari, panna já, ég á ekki neitt svona ég á ekkert sem er nógu stórt fyrir burger til að gera ég gerði það en þú veist á ég að gera á pönnuna skilur ef það er eitt sem ég læriði í kokkinum þá var að þessu helvitis væli brennur þið hitið bara hugarafstand í vinnunni tekið eftir því, sko, þú veist, það eru sjónandi pönnur og maður er alltaf snert á það, sko svo bara kem ég heim og ég er eitthvað I'm not even there anymore, sko, ég er núna bara ekki að tölum með eitthvað já, ég er allar út í bara örum út að ég hef alveg nokkru sinni dýft hendinni minni í 300 gráðu olíu bara að sækja eitthvað með million cuts and shit sem að það er bara erfitt að vinna í kokkinu, sko það er bara, it's a hard job, sko já, 16 klukkutíma vaktir já, þú náttúrulega, þú veist í alvörunni þú veist, varst ekki bara að skera lauk í 4 daga eða eitthvað svona nei, það var einu sinni, þegar ég byrjaði þá til að kenna mig dugnað þá þurfti ég að skræla í 1 viku 9 klukkutíma á dag eða meira ok, segja okkur kannski bara svolítið mikið út í það þú varst í kokkinum í hvað MK já, ég fór síðan í iðnnám eftir að ég var búinn með allt bóklega þá fór ég í lava og moss í Blá Lóni og hvernig var það? Þú varst bara að skræla í viku já, ég meina, það var bara í byrjun síðan var ég uppgreitaður í kjöt, að steika það síðan fór ég í staffamatinn og síðan einhvern veginn út af því að ég var greinilega komið meiri ég var greinilega búin að læra meira heldur en 40 ára kallarnir sem ég var að vinna með þá settuði mig yfir staffamatnum nice. Þannig ég er eitthvað 17 ára pjakkur að elda mat fyrir 600-900 manns 2 á dag wow. Og hvað ertu að elda? Þetta var mjög mikið af plokkfisk og síðan þurfti ég alltaf, þá var ykkur 100 mann sem voru vegan og maður þurfti að gera alltaf fucking extra fyrir þá það var svo pirrandi og síðan þá skilur maður en actual vandamáli 100 manns, þú ert ekki að gera vegan fuck you people það þurfti samt að gera það og síðan var það gerði nautasóð og eitthvað því að matla í 3 daga og eitthvað í fucking 200 lítra tankum þetta var fucking juicy og síðan bara það var mjög oft fiskur það er bara svo létt að þegar maður er komin með nokkur 100 bara að fisk þá var ég mætti þarna 6:30 eða eitthvað og fór að gera tilbúið bara 1 kaffibolli 2 og síðan bara fór ég að setja upp bara hvað vill ég gera þetta ok, ég þarf þetta ég þarf að panta þetta, ég þarf að fá þá til að ná í þetta ok síðan koma samstarfsmennirnir inn og segja hvað eru við að gera síðan eru við að því til svona 11 og þá eru við að klára að elda eða setja bara síðast einn í ofnin síðan fyrir við með upp
og síðan fyrir við að gera tilbúið fyrir kvöldmat og erum að því í nokkra tíma. Þetta bara ógeðslega líkt að vera, þú veist, verslastjóri eða stjóri bara í búðum og svona. Já, Þú veist, þú veist fucking ég veist ekki að væri svona inn í þessu, ég held að væri bara þurftur að gera eitthvað skýta job skeitt mikið eitthvað til að fá lærdóminn. já, nei, það var bara, en það er eitt sem var mjög skemmtilegt og það er mjög þekkt menning í kokkinum að ef þú ert kokkanemi Já. þá ertu lægra en skítur. Já. Það er tekið í því bara í hálskraðan bara, hvað í fokkanum ertu að gera? Og Er bara það svona, er það væpið svo í fucking Gordon Ramsay þættinum minna? já. Það er svo klikkað. Nei, menna, shitið sem ég sá þarna, kokkar eru fucking brjálaðir. Ég sá einu sinni kjötni fljúa Jesus, þegar ég var að tala við einn samstarfsmann og ég var alveg, já, ok, geturðu gert tilbúið fisk fyrir mig út að ég er að fara að gera kvöldmat og það var bara, yes, þetta var einhver fucking gæi sem var 2,60 hæð og hét Stanislav. Þetta var bara, alveg, já Fucking já, Jack. hann var nokkri fermetrar. En síðan var einu sinni sem létu mig geta í rjúpuhjörtu og eitthvað. Gee, hvernig It's not that bad, right? Nei, ég meina út að við fengum bara, þetta var einhver moldryggur gæi sem fór bara, þetta var einhver greifi eða eitthvað sem bara fór og veitið rjúpur og fekk bara kokkana til að gera tilbúið fyrir sig fyrir jólin. Þetta var, hvað? Já, þetta var 24. des. Ég vann á jólunum, jóladag og 9 árs á gamlás. Fuck, já, það er bara champ, sko. Já, og þá var það á þurftu við að krefja, plokka og allt svoleiðis og síðan bara tók yfirmaðurinn minn bara hjarta úr kvikindinu, ég ætti þetta ég held, bara hrátt það var ennþá að laka ennþá af því ég lá við að vera ennþá pampa, sko. Alveg, þú ert nemi, ég ætti þetta. Já, alveg, koma svo að og síðan voru bara allir komni bara tjata bara, ég ætti þetta hættu svo helviti saumingja, sko og það var bara Fyrir að gráta smá. Já, alveg, annan og ég held að ég geti svona 3 rjúpihjörtu síðan fengum við að vita að hann vildi eiga rjúpihjörtun þannig að við týndum Damn, man. Þetta er skemmtilega vinna, skilu, þetta er alveg, yeah, it's bullying in fucking, kind of a good way. síðan alltaf á sunnudögum það var að eftir að það var búið að þrífa og svona og klukkan kannski út af að lokar eldhúsið og allt svoleiðis svona 10-11 leitið og byrjuðu að þrífa erum búin svona 12 og þá á hverjum einast sunnudegi þá hefði tekið kjúkling og djúpsteiktan og franskar síðan kom nokkra könnur af bjór og síðan bara væp og síðan fara út í bláa lónið bara after hours nice. og væpa þar svona til 1 eða 2. Það fucking halhjóma var gæð. Já, það er alveg mjög cozy. Gerðu þetta hverju helgi? Hverjum einn sunnudegi. Fuck maður, hvað varst að vinna mikið? Þú sagði 16 tíma vaktir. Já, það var lengstu vaktirna voru 16 tímar. Þá var ég flesta daga var ég 8 til 11. Já. Þannig 8 á morgni til 11 á kvöldi. It's a real fucking job, sko. Já, Kokkar og maður fær 2 pásur í hálftíma. Já. Svolítið ég er orðinn svo hvað maður að segja biased núna að ég er verslunarstjóri og nú er alltaf aðeins léttara fyrir mig, skilur og veist að þess að hálftíma pásu fyrir mig ég get gert það way longer og allt þetta er just real shit, sko. Já, þetta var bara svona ok, klukkan er orðin og stundum eða ofta sturt með að bara sleppa mat. Já. Út af því að það var bara of mikið í gangi. Akkurat, í rushunum þú getur ekki fucking Nei. stökkið frá mig, það er bara ekki hægt, sko. Nei, minna, það var á jólunum ég held að við höfum gert þetta er alveg high tier restaurant ég held að mesta sem við höfum gert á einu kvöldi voru 1280 eða nei, það voru 1800 diskar Það er insane 1800 máltíðir af bara fine dining. Akkurat líka fine dining. Það er ekki fast food. Nei. Shit ain't fast, sko. Það er nógu erfitt að gera fucking 1800 burgers, bara cheeseburgers. Þetta er alveg, já ok, við erum með önd og við erum með nautalundir og Jesus Christ, man.
síðan þarf að gera á korter fresti hollandaise sósuna út af hún brotnar alltaf og gera þetta allt, hafa allt bara ready, garnisha, að það hver einasti diskur að vera perfect og alveg eins. Það voru kannski að leggja á borð fyrir 30-40 manns í einu og voru bara panik og það var alveg bara íttir frástundum ef einhver var að koma. God damn man, that's a real kitchen sko. Já. Og festu svolítið bara nóg af þessu, varstu? Nei, ég bara andlega heilsa mín og líka minn voru ekki að matcha. Ég bara, sálfræðingurinn sagði að ég vann yfir mig. Já. Ég bara þannig að... Brannst þig út alveg bara? Já, ég keyrði mig út. Alveg, ég bara náði öllu út mér. Ég þurfti að taka mig pásu í smá tíma og ég fór aftur. Fór bara að vinna í fiskinum og svona. Afla með pening og eitthvað. Og veist, ertu núna bara... Þú veist, ertu svolítið bara búin að breyta skoðun, viltu frekar vinna í löggunu og með það heldur en vera kokkur? Já, ég bara þetta mjög gaman og allt svoleiðis en þetta bara ómikið fyrir mig. Já, kannski bara ég ómikið pussi fyrir þetta. Kannski bara passion. Það ekki ástæðuleysi okkur við kallum þetta 3 ár í helviti. Já. Maður, þú veist, ég meina, langaði þið aldrei svona að opna þitt eigin restaurant eða eitthvað svona sem hugmynd? Nei, ég gæti það ekki. Ég planið mitt var bara að ég er feitur og mér langar að læra að elda og að gerði ég það þá til að það virkaði ekki lengur. En þú ætlaði að læra þig shit mikið af þessu og þetta er experience sem hún gleymir ekki. Nei, það er svo cozy að geta bara elda sér hluti. Já, þetta er ég núna svolítið ímynda mig meira hvernig það var að vera í þessu, þú veist, þetta er alveg bara chunk í lífinu sem myndi ekki gleyma. Já, ég var alveg í nokkra daga sá ég, í alveg nokkra vikur í senn sá ég ekki sólina út af því að maður mætir þarna og maður mætir þarna þegar það er myrkur, síðan fyrir maður heim þegar það er myrkur, síðan vaknaru og fer í myrk. Þá byrjar þú veist leið og það er 1 klukka í öllu eldhúsinu. Og hún var ofta spiluð og síðan er alltaf 40 pluss gráður þarna inni. Þannig að þetta er alveg, maður er bara í Twilight Zone-inu helmingina tímanum. Þetta er bara russin okkar sem er svona 3 tímar nema meira deginum. Og bara, ég hef brunnum út okkur sinnum og þurft að taka pásur frá vinnunni út af svona shit, skilur. Þú ert að mæta hana og ert kannski að vinna. Ég vann í bænum á Vesturstúru þar, þá vakna ég 7-8 og ég komin heim 7-8, 9 eitthvað svoleiðis og veist, sjá aldrei sólina nema bara því að vera, þú veist, kannski að kíkja út í gluggana eitthvað og veit bara að dreipa sig. bara litlu D-vitamin skortur. Já. Svo líka ertu bara að gera mat fyrir fólk og þú ert að njóta ekkert að þeir. Nei, ég meina, þetta er ekkert endilega að maður er að njóta þess að gera þetta, maður bara fer á autopilot. Já, það er bara, það er alveg oftar en ekki, þá bara datt ég út, bara það var enginn að tala við mig og ég var ekki að tala um neitt, ég var bara að gera það sem ég þurfti að gera í svona 4 klukkutíma og séðan bara, fuck, ég þarf að míga. Gastu verið með heitatól, hlusta podcast eða eitthvað svona? Í eldhúsinu það mátti ekki vera með, við fengum leyfi fyrir svitalyktaði, en það mátti ekki vera með ylvatn, út af því að það geti truflað þarna lyktarskinnið og síðan mátti ekki vera með í eyrunum, nema kannski á morgnana eða eitthvað og síðan vorum við með, ég fann einhvern Bluetooth hátalara og þegar var alveg virkilega rush þá kveiktu við kannski á AC/DC eða eitthvað. Tónlist er eitthvað svona, ég er búin að vera í svona vinnum í mörg ár og þetta, oft kannski þegar Sigmund er að hátalandi þá er það bara wow, this is what it is fyrir sum fólk. Engin tónlist og bara við vorum kannski 2 í viku með svona klukkutíma tónlist. Jesus man. Við erum með allan daginn sko og bara þegar ég er að preppa mótnana þá hlusta ég ofta podcast bara, þú veist, það er bara cozy and it fuck me. Þetta virkilega hefði áhrif á andlegu stöðuna mína bara. Já. En þannig að Andri er búin að gaman að spjalla, ég held að myndum deyja út af þessu sinni. Já, við erum alveg ágættir sko. Við erum alveg góðir. Það var svolítið svona, kannski þurfum bara að geta sex eða eitthvað. Bara klára með það. Já, við ekki að fara út með bangi. Let's do it, maður, fucking Jesus Christ. Hvar getum við fundið, Andri? Hvað getur þú fundið mig? Já. Njarðvík. Ég farið inn á Holtskuttu 16. Ok. Nei, ég ætlum að meina sko fucking. Nei, við slittum þessu. Not happening sko. 4 á mann. Nei, ekki, 2 mann. Þá ég þannig á saman tíma bara. Jesus maður. Ég var ekkert að fara að gera þetta sko en
fáninu. Fuck. Fucking kjálki minn að læsast. Takk fyrir að hafa mig á podcastinu. Takk fyrir að koma, Gjaldur.